Ráðherra, góðir gestir, það er dásamlegt að standa hérna með ykkur í þessu veðri, 350 forskráðir þátttakendur. Þetta er eins og að setja saman iðnþing, umhverfisþing og viðskiptaþing. Þakka ykkur fyrir að koma, innilega. Ég vel yfirskrift frá Snorra Hjartarsyni, sól á morgun, af því að við trúum því á Nýsköpunarmiðstöð að það verði sól á morgun. Annar brilljant aðili, Dagur Sigurðarson, talaði hlutabréf í sólarlaginu, en Íslendingar eru þetta að vakna til nýs dags af því við brendum okkur á kaupum á hlutabréfum í sólarlaginu. Svo ég held áfram með þetta tema, sólina. Og það var í raun og veru hlutskipti okkar nýju Nýsköpunarmiðstöðvar að vera á vaktinni þegar rökkrið færðist yfir og við fæddumst í raun og veru nánast í kreppu. Við kvörtum aldrei. Og þetta samstarfsfólk mitt hér í dag er stórkostlegt og hafandi heyrt eigið nafn hér í morgun oft nefnt, þá get ég speglað það allt saman á starfsfólki mitt. Nýsköpunarmiðstöðin horfir til framtíðarinnar og gerir sig grein fyrir gríðarlegum áskorunum sem felast í nýjum tímum hér á landi. Mér er ofarlega í huga að sáttmáli okkar við framtíðina og sáttmáli okkar við sjálf okkur Íslendingar er ekki tilbúin. Hann er ekki tilbúin. Og sólin mín í textanum, sól er á morgun, hún er eitthvað sem við væntum í framtíðinni. Hún er ekki á okkur skjannandi í dag. Tilgangur okkar er að stuðla að nýsköpun atvinnulífsins. Við eigum að gæta lífsgæðum á Íslandi og það eru fullt af áskorunum sem kalla á lausnir. Þess vegna völdum við lausnir sem lykilorð í dag. En það er heldur ekki víst, kæru vinir, að við náum aftur þeim gæðum sem við mistum og við erum mjög á varðbergi gagnvart þessu í Nýsköpunarmiðstöðinni að fá þau gæði sem við áttum, en við teljum að Íslendingar hafi allt til að bera landið okkar og þjóðin til þess að ná því aftur. Er ekki dásamlegt að vinna við lífsgæðamiðstöð? Við að þakka þingmönnum, þakka löggjafanum fyrir það að í hlutverki okkar sem Nýsköpunarmiðstöðvar í lögunum er okkur ætlað að auka lífsgæði í landinu. Þetta er mjög nútímalegt og flott tema. Og við höfum tekið þetta mjög alvarlega. Við höfum unnið að því að auka lífsgæði á Íslandi. Okkur er líka, eins og við sjáum neðst í þessum texta, ætlað að taka mið af stefnu Vísinda- og tækniráðs, svo við reynum að flétta þetta mjög vel saman, vinnum mjög náið með ráðuneytinu, við erum að sumuleyti framlengdur armur ráðuneytisins. Ég þakka ráðherra sérstaklega fyrir góð orð áðan og það verður mjög ánægjulegt að vinna með ykkur. Hvernig getum við beitt okkar stofnun sem er eign íslensku þjóðarinnar til að efla nýsköpun? Það er margt að ræða. Það er að vera málsvar og brautryðjandi nýrra hugmynda á þessum völdu sviðum, horfandi til Vísinda- og tækniráðs, skapa öfluga innviði, við þurfum að einfalda ferlana, við þurfum að þjóna viðskiptavinunum, við þurfum að styrkja starfsmenn okkar. Við þurfum að verða fyrsti valkostur sprotafyrirtækja sem leita til okkar og þið heyrðuð áðan þessi setur okkar öll saman. Við ætlum að vera burðarás í fjölþjóðlegu samstarfi og við ætlum að vera í forystu hlutverki að skapa atvinnugreinar og skapa skapandi atvinnugreinar. Eðli okkar hefur breyst svolítið gegnum árin, þessi 3 ár, og við erum núna með meiri áherslu á nýsköpun. Við erum með minni áherslu á þjónustu og aðrir atvinnulífsaðilar getur nú framkvæmda. Við höfum flutt okkur svolítið yfir á verkfræðistofurnar, látið verkfræðistofurnar, frábæra verkfræðistofur á Íslandi, taka töluvert að sér og við höfum í staðinn stutt við sprotaverkefni, í staðinn fyrir að taka þau að okkur inn til okkar, höfum við veitt þeim út í feltið. Við höfum stutt verkefni úti, við höfum stutt hreiður frá okkur út í feltinu. Og það er fullt af eflingu þekkingar í gangi hjá okkur, verkfærakistan sem við kallum svo, hún hefur bætt við svona Fab Lab, Fabrication Laboratory, Living Lab sem við heyrum í dag, E-Lab fyrir rafeindatækni og svo framvegis. 8 staðir á landinu koma 9 setrum í allt og ráðherra nefndi áðan þessar 100 viðskiptahugmyndir og kannski 300 manns sem að vinna hjá okkur. Ég var að staldra við, kæru gestir, og segja ykkur að Nýsköpunarmiðstöð Íslands, hún spyr ekki hvað ríki geti gert fyrir sig. Nýsköpunarmiðstöð Íslands spyr
hvað Nýsköpunarmiðstöð getur gert til þess að efla íslenskt atvinnulíf með þekkingu, þróun, rannsóknum og nýsköpun. Ég ætla að skilja þetta eftir hér í 3 sekúndur. Þetta er svona hálfgert Kennedy statement hjá okkur. Við spyrjum ekki hvað ríki geti gert fyrir okkur. Styrkur okkar felst meðal annars í því að hafa skipað þekkingu í fremsta flokki, eins og við munum kynnast í dag, alveg doktorsígildi í verkefnum. Okkar fólk er að kenna í háskólunum, við eigum prófessora í háskólunum, við eigum nemendur, doktorsnemendur í vinnu hjá okkur, við fléttum þetta saman. Vinnan í landsbyggðinni og á landsbyggðinni tengist þessari vinnu heima fyrir. Þetta er allt einn vefur, einn samofinn þekkingarvefur. Við erum að flytjast Íslendingar frá stöðu hráefnaþjóðfélags til þekkingarþjóðfélags. Því miður er hráefnaþjóðfélagið svolítið upptekið, eða margir Íslendingar og stjórnmálamenn uppteknir og mikið af hráefnaþjóðfélaginu. Það er þekkingarþjóðfélagið sem blífur. Í ár, kæru gestir, er ár efnafræðinnar. 2011 er skilgreint af Sameinuðu þjóðunum sem ár efnafræðinnar og ég hef sett hérna lítinn svona krans í kringum þetta, marga af okkar góðu efnafræðingum og efnaverkfræðingum á stofnuninni og er kransinn ekki alveg tæmandi. Annað dæmi er, og ég vil nota tækifæri núna og skála fyrir efnafræðingum. Þarna fékk ég á efnafræðingana til að þeir kalla þetta nú etanól eða drekka þetta. Metanól má ekki drekka og það er ekki drykkjarhæft í tunnunni þarna. Tunnan hann er bara full af hugmyndum. Eldsneyti fyrir Ísland, tonninnar Katrínar. Við ætlum að vera eldsneyti fyrir Ísland, við ætlum að skaffa eldsneyti fyrir Ísland. En ég óska efnafræðingum til hamingju með árið og við munum halda áfram að vinna í þessum anda. Við erum sífellt að beita efnafræði, kæru gestir, til að vinna að efnaverkfræði. Við erum að rannsaka orku og orkubera, við erum að skoða lífvirk efni hafsins, við erum að skoða vistvæna steypu, við erum að skoða tæringu jarðhitatækni og stóriðju og fleira og fleira. Hér í húsinu í dag er fundur álmanna, skils mér, því miður hafðu þeir ekki samráð við okkur þennan tíma, en ég vona að þeim gangi vel og ég vona að þeir fara að vinna meiri virðisaukningu úr blessuð álinu. Kísill, eins og hann birtist okkur í klettum og grjótu, getur með hjálp efnafræði orðið nýju og spennandi efni sílikon. Og hér með okkur í dag er Vera Þórðardóttir, svona eins konar heiðursgestur þessara samkomu og ætlar að segja okkur á eftir frá því hvernig hún hefur umbreytt kísl í kjólaefni, í skapandi hönnun. Og hvað er betra dæmi efnafræði og skapandi greinar heldur en kjólarnir hennar Veru Þórðardóttur. Þarna sjáum við mólekúlu við hliðina. Efnafræði og lífsgæði, kæru vinnir, eru mikilvæg. Við þekkjum öll omega-3. Sjáum við þarna sameindina við hliðina. Sjáum við skeljaroðan úr humrinum og rækjunni. Mikilvægt efni. Við beitum efnafræði til þess að skoða merkilega virkni hvannar og Sigmundur háskólarektor fyrirverandi er með okkur á einu frumkvöðlasetrinu og mikill mentor hjá okkur. Við erum að skoða efnarannsóknir hjá Nýsköpunarmiðstöð og við fylgjumst með áhrifum gossins í Eyjafjallajökli á heilsufar húsdýra. Svona get ég lengi áfram talið. En sjáum við þessa fallegu sameind sem er í sjálfu sér fögur en felur í sér dauðan. Þetta er díoxín. Íslendingar eiga nefnilega mikið verk fyrir höndum. Við höfum alla þekkinguna og efnafræði til þess að láta ekki gerast hlut eins og gerðist með sorpbrennslustöðinni Funa. Þarna verður til eiturefni, við þekkjum það, en það er ekki betra samráð í okkar íslenska samfélagi en svo að svona drasl er látið viðgangast. Ég held, kæru vinnir, að land undanþáanna sé mitt land sólarlagsins. Og við höfum þennan mikla þekkingargrunn á Íslandi til þess að fylgjast með þróun efna í umhverfinu. Við höfum allt til þess, alla þekkinguna. Og ég skora á þjóðina að hætta að reka þetta land undanþáanna. Fara að leikreglum heimsins umgengni við umhverfi okkar. Ef svo hefði verið, væri engin Funi til. Þá var ekki verið að senda lambakjöt á erlenda markaði
með díoxínmengun frá Íslandi. Þetta tekur tárum. Það er skömm að undanþágum þegar þekkingin skaðsemi til staðar. Bjartari nótur, ég sagði frá álmönnum hérna upp á lofti, þarna tekst okkur að 100-falda kílóverðið á áli. Fyrirtæki á Ísafirði, Einarsson Fly Fishing, með okkar aðstoð að selja hjól, fluguhjól, mjög snjallt fluguhjól, með svona eins og twin bremsu, og þetta selt þannig að það margfaldar verðið á hverju álkílói. Meira svona verki. Og til hamingju Vestfirðingar með að hafa þetta fyrirtæki í ykkar röðum. Við lukum á árinu við orkubóndan, verkefni orkuna. Við hófum þetta verkefni viðhald og verðmæti og Skúli Rafvirki var með okkur. Ákaflega góður félagi. Við unnum þetta í samvinnu við Allir vinna konseptið. Höfðum kannski einhver áhrif á það konsept, Íbúðalánasjóði, ég þakka Íbúðalánasjóði fyrir hjálpina við það. 600 manns sóttu það námskeið og við munum halda því áfram á þessu ári. Skúli svo fótógen að ég var það, því að það var yndislegt reynsla að vera með Skúla í þessari myndatöku sem þarna fór fram. En takið eftir merki stöðvarinnar okkar, þetta raunverulega svona svo heilafruma frá Katrínu. Það alveg innbyggt í okkar merki þessi skapandi reglulega óreiða sem að tréð táknar þarna. Þakka Skúla fyrir hjálpina. Við ætlum að segja frá Iceland Living Lab hér á eftir. Það markaðsþróun á vettvangi. Við erum að koma á samstarfi milli notenda og framleiðenda. Iceland Living Lab verður kynnt hér. Ég ætla ekki að leggja meiri tími í það núna. Ég ætla bara að segja ykkur varðandi reksturinn okkar. Við erum 3,5 árs gömul. Við höfum haft 8.000 aðila á síðasta ári í handleiðslu hjá okkur. 170 formleg stór verkefni í gangi hjá okkur. Við höfum 800 manns í orkubóndanum, 600 í viðhald og verðmæti. Við veltum 1,1 milljarði króna. Við fáum með 40% frá ríkissjóði. Afgangurinn verkefnatengdur og afkoman var alveg í járnum 2010. 1 milljón eða 1,5 í hagnað. En ég verð að segja ykkur að við fjárfestum ekki mikið í tæknibúnaði. Við erum ekki á leið sem fullkomlega sjálfbær þessar mundir, en við erum að reyna að standa okkur í reikningshaldinu. Framtíðaráform okkar að uppstokka stoðkerfið með ráðuneytinu okkar. Við ætlum að hafa meiri áherslu á að landshlutar sérhæfi sig. Þetta mjög mikilvægt. Við ætlum að halda áfram með nýsköpun hjá hinu opinbera. Við ætlum að vinna með SAF, Íslandsstofu, Ferðamálastofu og iðnaðinu við vetrarferðamennsku. Og við ætlum að ýta við landsvarma, þessari hreyfingu sem við sköpum nýtingu lágvarma til húshitunar í staðinn fyrir rafhitun, dýra rafhitun, sem ég held að 10% þjóðarinnar sé ennþá að borga fyrir. Á næstu morgunstundum, kæru vinir, mun þá starfsfólk okkar, sérfræðingar og gestir segja ykkur frá því sem við erum að gera á Nýsköpunarmiðstöð. Ég þakka starfsfólkinu sérstaklega fyrir þá vinnu sem innt hefur verið að hendi á árinu. Þakka ráðuneyti okkar og viðskiptaaðilum fyrir árið og ég bið ykkur að njóta morgunstundarinnar og skila eftir í hugskot ykkar mynd að það ný dögun og það nýr sáttmál í augsýn. Þessi sáttmál ekki orðin. Við erum ekki búin að sættast við sjálf okkur, en við trúum á sól á morgun. Takk fyrir kærlega. Kæra þakkir Þorsteinn Ingi og klukkan rétt orðið 9 og strax komin sól og ég get vottað þessi veiðihjól sem þið sáðu hérna áðan, Visshjólina Steingríms Einarssonar, þau virka. Ég píndi mig í að fara í svona pröfuferð með honum til Kúbu og prófa þetta í flugveiði í sjó og þetta þræl virkar þegar svona tarpún svona 40-50 pund tekur í og bremsan heldur betur. En við fáum 2 erindi í viðbót frá starfsfólki Nýsköpunarmiðstöðvar áður við heyrum frá Önnu Maríu Pétursdóttur hjá Vífilfelli Living Lab sem Þorsteinn Ingi minntist á áðan og við skulum byrja á Betri borgarbragur, Björn Marteinsson, verkefnisstjóri, gjörðu svo vel.